Fyrir 18 mánuði síðan er alþjóðlegt eignarhald, við skulum segja alþjóðlegt eignarhald 3% í marel, á meðan að tekjustraumarnir eru 4% minna, 99% utan Íslands. Nú það í kringu 30%, nálægt 30% eftir að fyrst komu þessi mikilvirkt fjárfesta BlackRock og Credit Suisse inn núna og aðri fjárfesta í aðdraganda skráninga og svo núna við þessa skráningu í Amsterdam. Ætli það sé ekki nálægt 30%. Sko, ef við förum aðeins svona yfir söguna, marel hefur vaxið jafnt og þétt. Já, svona að meðaltali. Og þú sagðir einhvern tíma við mig í viðtali að það veri gæfa marel að hafa ekki vaxið í stökkum, að gleypa ekki fílinn í einu bita. Já. Hvernig hugsaðu þetta? Sko, frumkvöðlarnir lögðu mikið nú góðan grunn að rekstri marel og það að vera að safna gögnum og dreifa gögnum og það sem fjórða innbyltingin núna. Síðan að hafa skýra sýn alltaf hvers skyldi fara og náttúrulega mjög heppin eða gæfurík með starfsfólk og síðan mjög mikilvægt að vaxa í skrefum. Þetta eins og legokubbar. Þegar maður 4 ára með legokubbana þá maður fljótar að byggja hús heldur en ef maður ætla að gera það frá grunni. Og vaxa, við byrjum í miðju framleiðsluferilsins í fiski. Nú erum við ekki bara í fiski á Íslandi, við erum fiski á alheimsvísu, frá sjó og að neytanda í gegnum dreifikerfi, súpermarkaði og veitingastæði. Sama höfum við gert í kjúklingi, sama höfum við gert í kjöti. Og þetta skref fyrir skref og að meðaltali 20% á ári.